Góðan daginn. Þá fyrsta vikan hafin hjá okkur og ég ætla að tala um það hér í dag, svona helstu skilgreiningarnar í uppeldisfræðinni. Og uppeldisfræðin fræðigrein manninn og allt sem snýst manninn. Hver maðurinn, hvað hann getur orðið fyrir tilstilli náms. Og þá skilgreinum við námið sem allt sem að maðurinn hefur lært frá því hann fæðist og þar til hann deyr, frá vöggu til grafar. Þessi fræðigrein snýr líka að því að skoða þróun uppeldishugmynda, þróun menntastofnana og hvernig þetta spilar saman við nám einstaklinga. Hvernig það kemur út. Uppeldisfræði kallast á flestum Norðurlöndunum pedagógi og það kemur úr grískunni pedagogos, en það var þræll sem fylgdi og leiðbeindi grískum drengjum í skóla. Það var ped samú barn og agosos leiðbeinandi, semst pedagogos. Og í Danmörku að þá verið að tala um að þú sért pedagóg ef þú ert uppeldisfræðingur. Uppeldisfræðin skiptist eiginlega í tvennt. Hún skiptist í það að vera bæði lýsandi og túlkandi og fellur þá undir hugvísindin og einnig hún hagnýt og fellur þá undir félagsvísindin og þá vísindagrein. Það sem lýsandi og túlkandi, þá verið að reyna að lýsa einhverju, það verið að útskýra eitthvað, reyna að skilja eitthvað og reyna að spá fyrir hvað gæti orðið. Hagnýt, að þá hún hins vegar að þá verið að breyta, móta, laga eða stjórna einhverju. Og stundum verið að spyrja hvort að uppeldisfræðin sé sjálfstæð vísindagrein. Og það við ætlum svona að fara yfir það núna á þessu misseri eða þessari önn, hvort að það geti verið. Hún fær margt að láni frá öðrum greinum en hún hefur samt sín sérstöku verksvið. En það þarf samt að leita til skyldra greina sem innblína á manninn og aðstæður hans og hvaða greinar haldið að það séu. Nú bara þurfum við aðeins að spá og spöglura. Stoðgreinarnar heimspeki, guðfræði, sálfræði og félagsfræði. Þetta allt skyldar greinar og uppeldisfræðin tekur ýmislegt úr þessum greinum. Það ýmsar vangaveltur sem getum verið að spá í sambandi þegar við erum að spá í uppeldi. Hvað verið að gera með uppeldinu? Hverjir koma að því? Hversu lengi stendur það yfir? Það eitthvað tíma búið? Hvers vegna skiptir uppeldi máli? Hægt að leiðrétta það sem við köllum slæmt uppeldi? Ef það já, hvað þarf þá að hafa í huga? Og ef nei, af hverju ekki? Og þau eru að koma rök fyrir því. Hvort heldur sem þið veljið? Og svo það ein spurning. Myndu þið vilja nota samskonar uppeldi og þið fenguð? Ef já, hvað finnst ykkur standa upp úr sem kom úr ykkar uppeldi? Ef nei, hverju myndu viljið breyta? Uppeldisaðferðir, að þegar við erum að spá í það, þá það þetta með aftur með heppilegt uppeldi. Hvað heppilegt uppeldi? Og það sem þarf að hafa í huga varðandi þegar maður að tala um uppeldi, að það agi, samskipti, það afskipti, eiga þau vera mikil eða lítil, það samveran og það siðferði. Þetta allt mjög mikilvægir þættir sem snúa að uppeldi og svona þegar við erum farin að spá í því hvernig uppeldi eigi að vera. Nokkra skilgreiningar á uppeldi, Kvantilín, ég bara ætla ekki eins og reyna að segja þetta sem í gula kassanum, en hann sagði allavega, uppeldi víðfægt viðfangsefni sem greinist í margar áttir og síðasta orðið uppeldi verður aldrei sagt. Það aldrei komið nóg, segir hann, þú ert aldrei búinn. Rætar Mýre, sem norskur, hann segir, viðleitni hins fullorðna til að miðla ungmennum þekkingu, hæfni, afstöðu, viðhorfi, trú sem í samræmi við þann félagslega og menningarlega veruleika sem uppeldi fer fram í. Já, þetta ein leið. Hlutverk uppaldarlandans sem sagt flókið. Það vald og það frelsi, það leiðsögn og það sjálfstæði, það hefðir og nýjungar. Hvað það sem skiptir máli? Hvaða samfélagsbreyting varð megin þátturinn í þróun uppeldisfræðanna? Hvað haldið hafi gerst í Evrópa miðri 18. öldinni sem hafði það í för með sér að reynsla fyrri kynslóða dugði uppvaxandi kynslóð skamt? Það var eitthvað sem gerðist sem var til þess að ýmislegt breyttist. Það sem gerðist var iðnbyltingin.
Það var svo gífurlega miklar breytingar sem urðu í kjölfarið á iðnbyltingunni að það breytti ýmsu meðal annars í uppeldi. Og það sem var mikilvægt var til dæmis það að ýmsar atvinnugreinar voru tæknivæddar og þá verða leið ýmsar breytingar á framleiðsluháttum og lifnaðarháttum, fólk fer að búa öðruvísi. Börn geta ekki lengur fylgt foreldrum sínum eftir í daglegum störfum og aðrir fara að koma uppeldi barna í auknum mæli. Í staðinn fyrir að börn voru með eins og í bændasamfélögum og annað þar sem börn voru með foreldrum sínum við vinnu, að þá voru þau nú skilin eftir heima. Og þá þarf náttúrulega einhver annar að koma. Iðnbyltingin sem sagt, uppeldi og menntun verður flóknara fyrirbæri. Það kallar á endurskoðun aðferðana, hvernig við ætlum að ala börninu upp. Það er markmið, inntak og aðferðir. Og þá þarf uppeldisfræðin að vera vísindaleg til að ráða við þessi verkefni. Þarna þurfa að íhuga reynslu, setja fram tilgátur og kenningar, gera rannsóknir og tilraunir. Þetta var það sem við ætlum að tala um í dag. Takk fyrir!